Gulli, 3-2 sigur, mark á 90. Þeir eru komin upp í 35 stig í þriðja sæti. Er það ekki bara að fara að berjast við í að ákváma að fara upp? Jú, við erum alltaf svona að hóta því í undanfarnum leikjum. Það er búið að vera gríðarleg góð gangur í okkar leik. Við erum búin að hala inn marga sigra í röð. Þetta séu 50 held ég. Aftur á móti er þetta náttúrulega þeirra höndum og það er þeirra að klúra sínum málum. Við getum svo sem ekkert annað en hugsa bara okkur og séum að sigur í okkar leikjum. Það stóð takt í dag. Það sem ég óttaðist gerðist í miður. Við vorum væri kærri fyrir áleik. Það var svo búið að nefna það við drengina, bæði gær og í fyrir leikinn að við erum að mæta hérna Særðu dýri, lið sem er í botnsæti, lið sem voru talsverðar væntingar fyrir þetta mót. Nýkomið með þjálfara sem stendur fyrir ákveðin gildi og þeir bara óðu yfir okkur og náðu verðskulda 2-0 forystu. Við vorum að gera þetta flókið í fyrirháleik, við fundum ekki vængina sem við gerðum þá í seinna áleik. Við gerðum 2 breytingar og við erum sem betur með mjög sterkan hóp og við höfum svolítið verið að rótera á milli leikja og Emil og Jesper koma gríðarlega sterkir inn í seinna áleikin. Það er mikil ógnun af þeim báðum. Svo kemur Óskar inn í vinstri bakvörðinn, þetta er ekki langan tíma en spilarinn svona hafa aldrei gert neitt annað. Þetta er náttúrulega miðjumaður upplæg. Þannig að klárlega var liðið allt annað í seinna áleik og ég hafði einhvern veginn tilfinninguna að við myndum ná þessu þriðja marki sem loksins kom. Fannst þér þetta vannmatt hjá leikmannum þínum fyrstu 17 mínúturnar? Þú erum að fá 2 mörk á sig eftir 17 mínútur og svo eru þeir undir í 45 í viðbót, en samt allan tíman betri, sko. Já, við erum klárlega ekki betri allan leikinn. Já, ég meina, þetta er hugafærslegt eðlis og við getum notað á því vannmatt, klárlega. Við erum kannski dálítið svona góðsinn stöðu. Við höfum haft það töluvert miklu að keppa. Við erum fyrsta liðið sem vinnur í Ólafsvík, við erum fyrsta liðið sem vinnur Háká, við erum fyrsta liðið sem stútar í Svo erum við komin það langt í móti að nú erum við að mæta liðum sem eru bara að berjast fyrir lífi sínu. Ef þú mætir þeim ekki að alvöru, þá lendur í líði og næsti mótir er þannig. Haukar sem eru að berjast fyrir lífi sínu, ég sá það mótið Fram, það lið vildi miklu meira mótið Fram og þeir uppskáðu. Þannig að þetta er klárlega svona ákveðin varnagli, við þurfum að læra af þessu. Við erum á frábæri vegferð, við erum með frábært lið, við erum að spila vel. En hugafæra þarf að vera til staðar til við náum sigrum og það var það klárlega í seinni leik. Takk fyrir þetta, Gulli. Gangi þér vel. Sömuleiðis.